Sýndu pástekkin, þetta pástekk nr. 7 frá Nova Sirius og þetta nr. 7, fætti því. Og Bjarni, nú ætlum ég bara að býta. Nú gerum við þetta bara svona og hvað dregur hann? Og það Magga! Já, komdu sæl og þessu. Takk fyrir þetta! Viktor, 4-0. Þið heldur hreinu. Sáttu við þína framistöðu? Já, persónulega við minnileikir alveg sáttur en það hefði mátt betur fara ýmsu sem við gerðum á vellinum. Já, hvað hefði við mátt fara betur? Bara sérstaklega í fyrri hálfleik þá vorum við ekkert að spila það sem lið. Það var bara mikið að þeir sem vorum að klikka og feilsendingum og vorum að spila það sem einstaklingar. Við mátt að gera bara meira eins og lið. En nú hefur þú verið að fá svona fleiri tækifæri. Hvernig líst þér á framhaldið? Bara vel, þá má bara heldur áfram að leggja sig fram æfingum og leikjum sem að fá tækifæri og þá vonandi dettur eitthvað meira inn og það er mikið samkennd í liðinu. Bara vonandi að maður grípi tækifæri þegar það gefst. Nú bróðin farin til Noregs. Þú komur úr skugganum núna og takir hann stöðu í liðinu? Já, það var náttúrulega óskandi en ég hef nú ekkert verið að bera mig saman með hann sko, en það er náttúrulega bara gaman fyrir hann og maður óskar góðs gengis þar sko, þótt að maður sakna hann strullu mikið, það er bara hann. En viltu senda honum kveðju gegnum netið? Það finnur alltaf bliki sko, engin erfang, alltaf bliki. Góður, takk hérlega. Alfons Samstedt, fyrsti leikurinn, hvernig líður manni eftir svona? Mér líður bara mjög vel sko, vartan á fyrsta leiknum og fá líka að spila allan leikinn. Fínt að fá hérna 90 mínútur, þetta er bara að klára aðra krafti. Hvernig leið þér svona fyrir leik þegar þú vissir að þú ættir að byrja? Ég var nú nokkur rólegur bara. Ég vissi bara að ég ætlaði að gera mitt besta og það var bara að gera sitt besta. Það getur ekki beðið meira. Nú ert þú á fyrsta ári í öðrum flokki en ert að æfa eingöngu með meistaraflokknum. Saknarðu drengjarna í öðrum flokknum? Það var nú gaman að æfa með þeim en ég hitti það nú stöku sinnum en þá en ég er ekki alveg búinn að missa sambandi við þá. En hvernig sérðu sumarið? Ertu búinn að setja þér markmið fyrir sumarið? Markmið er nú að fá sem flesta mínútur í Pepsi. Það er bara markmið að komast inn í liði og reyna að splæsa nokkra mínútur í Pepsi. Svona í lokin, hvernig er það að vera að koma með bílpróf? Það er nú bara helviti fínt. Ég reynda má ekki keyra fyrir ég á afmælið, þannig að bara að bíða eftir því. Já, en þú ert búinn að ná bílprófinu? Búinn að ná því. Já, hvenær áttu afmælið? Ég afmælið 7. apríl. Já, þannig að þetta er að fara að bresta á. Þannig að Kópavogsbúar þurfa að passa sig þegar eftir 7. apríl. Já, það maður að vara sig. Aftur, bara til hamingju og gangi þér vel. Já, takk fyrir. Já, þetta var Heys á röntginu fyrir Blíkar TV. Munið að vera tengd. Takk fyrir mig í dag.